Góðan daginn, gott fólk. Og gleðilegt ár. Aðeins síðbúin kveðja, ég er nú örugglega búin að bjóða gleðilegt ár áður þessu ári. En það er allt í lagi að endurtaka góða kveðju. En það er Guðs orð. Og hvernig líst þér nú á það? Bara vel sé ég. Enda ertu kristin manneskja sem að elskar Guðs orð eins og ég og fleiri. Og erum ekkert að veiklast neitt þar. Og við styðjum okkar kirkju og við styðjum okkar starf og hlúum að starfinni svo best við getum. Enda verkið okkar að hlúa að þessu öllu saman. Svo fyrir utan það að þá á Guð að inni hjá okkur og annað, engin á neitt í kirkjunni. Ég á ekkert í kirkjunni. En ég fæ að vera þar, veistu vegna hvers? Fyrir náð og miskunn lifandi Guðs. Og það sem ég hef gefið kirkjunni, trúðu mér, það hef ég gefið henni. Og ég ásælist ekki fimmeringa því sem að ég hef látið þangað fyrir utan það að það á ég það ekki lengur. Ég átti það en valdi að gefa það og honum og henni sem ég gaf er orðin lögmætur erfingi og eigandi að því sem ég gaf. Er þetta flókið? Þetta er ekki flókið, nei, en svona er þetta. Þannig að maður gefur ekki og sér ekki eftir því að hafa gefið því að gjöf er gjöf og þú hefur enga leið að henni. Það er nú málið. Af hverju? Frekar að þú hefur nokkra leið að eignum annara. Eigandinn er eigandi, ég var að tala um það áðan, ég er ekki eigandi að þessu. Þú ert ekki eigandi að þessu. Engin maður er eigandi að þessu. Jesús Kristus sjálfur á þetta. Og af hverju? Hann gefur öllum allt. Hann gefur mér að fyrra bragði. Og hann myndi aldrei fara fram á það að ég skilaði því. Ég væri aftur á móti mögulega hugsanlega gæti farið fram á það. Ef ég hef gefið. Já, við þökkum fyrir það að Guð er ekki maður. Við þökkum fyrir það að Guð sér ekki eftir neinu sem hann hefur gert. Og hann sér heldur ekki eftir því að hafa gefið þér það sem þú átt. Hann vil að þú njótir gjafarinnar. Og þú varðveitir hann að hlúir að henni því að gjöfin sem hann gefur hefur burið til að vaksa, vera meiri. En þó ekki nema þú gerir það sem þarf í gjöfina til að hún geti orðið þetta. Og það er verkið sem að Drottinn fól mér. Og þú segir þetta með mér, fól mér. Þegar mín gjöf er mín gjöf, ég get ekki skilað henni, vegna þess að Drottinn myndi ekki taka við henni. Neitt get ég gert, ég gæti lagt hana niður, sem sagt hætta notana. Það er mitt val. En Guð forðið mig frá því að gera slíkt. Ef ég hætti að nota hana og legg hana frá mér, þá er nú alveg möguleiki á því hún rotni bara og eigið líkist og verða engu. Og seinna, ef maður gengur nú í sig, þá bara er hana hvergi að finna. Hvað er þetta ábending til mínum annað en að varðveita það sem maður á? Og muna að það sem maður gaf maður. Maður gaf það að fúsum og frjálsum vilja og auðvitað getur það gerst að menn sjá eftir að hafa gefið og vilji fá þetta aftur. En það er enginn sem segir að það sé gerlegt og vinnandi vegur. Því að sá sem að þáði hefur farið með þetta sem sína eign frá þeim degi sem honum var gefið hún
og þetta kosta ýmsu til þess að þetta haldist nú allt saman við. Þannig að eignarréttur minn sem eitt sinn var og ég að frjálsum og húsum vilja lét af hendi, hann ekki, sem sagt það eru einhver rætur þangað til mín. Ekki svo að skilja að maður sé búin að gleyma því eitt sinn átti maður þetta. En þú hefur ekkert og ég hef ekkert tilkall til þeirra lengur. Ég nefnilega gaf þetta á sínum tíma. Ef þú gefur bíliðinn, sem ég gefa nú ýmislegt, og ef þú gefur það í þeim tilgangi að eiga svona höng upp á bak mannsins, eða konunnar, eða hverra sem gleymdu því, láttu það bara eiga sig. Því að þá ert þú, minn kæri vinur, að gera eitthvað til þess að eiga eitthvað inni hjá viðkomandi seinna. Það ekki gjöf, það fals. Og við höfum ekki að vera falskar manneskjur. Og þurfum ekki að vera falskar manneskjur. Kristur, það sagt hann að hann hafi verið falslaus sem dúfa. Falslaus sem dúfa. Það sem hann segir, gefur og gerir, ekta. Hafi hann valið að fyrra bragði að gefa mér eitt og annað eins og hann hefur gert, hann sér ekki eftir því. En ætlast til auðvitað að ég fari vel með það sem hann gaf, vegna þess að það sem hann gaf og gefur góð gjöf. Þetta bara sannleikur eða ekki. Ef þú ert sanngjarn í garð Jesú, þá viðurkennur það, þetta sannleikur. Þannig að gjöfin sé bara gjöf og orð Guðs talar þetta, það segir að vinstur hönd mín viti ekki hvað svo hægri gjörir þegar að svona hlutum kemur. Með öðrum orðum, að þegar þú réttir eitthvað fram sem gjöf, hinn tekur við því og þú í raun og veru gleymt í að þetta var eitt sinn þín eign. Gjöfin gleður. Bæði hann og hana sem tekur við gjöfinni sé allt með réttum formerkjum og líka viðkomandi sem gaf. Þetta gleður, þetta allt til þess að gleðja. En munum það öll að þegar ég gef, segðu þetta með mig, þegar ég gef, það sjálf vilja ákvörðun mín og punktur og eftir. Sem ég, eftir að hafa afhent gjöfina, hef ekkert meira að segja. Já, þetta það sem allavega ég hef tilengað mér þegar ég gef eitthvað og maður auðvitað eins og þú gefið ýmislegt. En aldrei ætlast til neins í staðinn. Ekki einu sinni ætlast til þess að sá sem að þáði gjöfina að ég geti hringt í viðkomandi og beðið greiða. Hann má alveg neita mér þennan greiða. Jafnvel þó að ég hafi gert þetta. Ég myndi ekki þyrtast við það. En sumir myndu þyrtast við. Þeir myndu segja að viðkomandi hafi farið á bak við sig. Með hvað? Gjöfina sem að þú gafst að eigin ákvörðun. Það sanngjarnt? Það ekki sanngjarnt. Það er svo marghæru vinir sem ekki sanngjarnt. En við erum að iðka fram og tilbaka vegna þess að ljósið sem við eigum og höfum yfir orðið sannleikan svolítið þyrlað. Það er svona litað. Það ekki alveg tært og hreint. En Kristur, eins og vorum að tala á það, segir að hægri hönd þín skuli ekki vita hvað svo vinstri gjörir. Og þá var hann að tala einmitt þessar gjafir sem við fyrirfram höfum valið að gefa. Þetta ákvörðun mín að gefa. Þetta ekki ákvörðun þín fyrir mína part að gefa, að ég gefi einhvað. Þú getur alveg þetta hvatt mig til gjafa og það allt í lagi með það, mín ákvörðun að gefa.
Og þegar hún er gefin að minni hálfu, þá skaltu vita það að hægri höndin vissi ekki hvað svo vinstri gjörir. Þannig gengum maður bara frá borði. Og daginn eftir er þetta mál bara út úr myndinni. Það er ekki lengur til. Ég að vísu er ekki lengur með þetta eða hitt sem ég gaf og það er allt í lagi. Kannski gaf ég það vegna þess að ég vildi ekki nota það lengur. Kannski gaf ég það til þess að styrkja einhvað sem var göfugt og gott, en ég gaf það og afsalaði mér því eigna réttinum yfir og það er bara endanlegt frá minni hálfu. Þannig að ég get ekki ætlast til þess að einhver angi að leggur hafi verið eftir, því hann er ekki eftir, en hann getur hafa verið það í mínu tilviki, sem er allt annað mál. Og þá var það, ef að svo er, ég veit ekki hvernig menn eru, það er alls konar í gangi. Ef að svo er, þá er það vegna þess að viðkomandi, hann var ekki alveg heill hann gerði þetta. Hann ætlaðist til einhvers á seinni tímum að þetta er eitthvað öðruvísi. Hann skildi ekki að gjöf er gjöf. Og hann þekkti kannski ekki ritningastaðinn sem við vorum að vitna í áðan, eða einhvern veginn tengdi hann ekki sínu verki. Við erum nú ofta að tengja þetta einhver öðru en okkur eigin. Þetta er orð Guðs. Vinstri höndin viti ekki hvað svo hægri gerir. Og maður sem er á þessum stað í veruleika sínum, hann er á góðum stað. Hann hefur skilið orð Guðs rétt að þessu leyti, og ef hann skilur þetta orð að réttu leyti, má alveg búast við að mörg önnur orð, Guðs orð, séu skilin með réttum hætti. Og það er málið. Það er að skilja orð Guðs með réttum hætti, ekki röngum. Hvað upp kemur í hugan hjá mér og þér er síðan allt annað mál. Þegar drengskapur og ferð, þá er allt í öll svona mál út úr kortinu, út úr myndinni og verði ekki lengur rædd né pælt neitt í. Þannig að við sjáum að þegar við gerum verk sem eiga að vera til góðs, við skulum bara leyfa þeim áfram að vera til góðs. Svo er náttúrulega fyrir utan það, er mikilvægt að maður sé á þeim stað á hverjum tíma, maður átti sig á stöðu sinni. Hún getur alveg breyst. Og hver breytir stöðu til að mynda Guðsmanns eða Guðs konu? Hver er hann Guðs sjálfur? Jesú Kristur. Þannig að þú snýrð ekkert á hann. Þess vegna vill ég, prívat, persónulega, vera í góðu, tryggu og góðu samfélagi við hann, hér og nú. Og ég geng til hans í mínum heiðarleika, ekki í mínum fullkomleika, því hann er ekki til staðar, en ég geng til hans í mínum heiðarleika, í mínum drengskap. Hér er ég drottinn og hvað hefur við að gera í dag? Ég get lofa þér því að gjöfin mín er gjöfin mín til þín. Og það er endanlegt svar. Á neinna hvaða sem ég get sótt seinna. Ég á enga höngu upp á baki og þér vegna þess sem ég gerði. Eins og ég var að tala um, og við höfum verið að tala hér um, að þá vissi vinstri hönd mín aldrei hvað svo hægri gjörði. Og það er endanlegt. Og svona á þetta að vera það sem að gjafir eru annars vegar. Við viljum ekki vera menn og konur sem fölsum. Hvað er þetta annað en fals þegar við förum að krefjast eignar okkar tilbaka sem við gáum? Og engi var að þrýsta á okkur neitt að gefa, en við gerðum. Að við töldum okkur vera að gera gott. Og vissulega vorum við að gera gott, en svo kom annað í ljós. Frá hverjum? Einstaklingum. Frá þeim sem skildi ekki alveg það sem þeir gerðu á sínu tíma. Skildi ekki orðið gjöf er endanlegt afsal frá minni hálfu eða það honum sem gefur og henni.
endanlegt afsal. Það er svona hlutir sem við þurfum að velta fyrir okkur, því það er ástæða til þess að nefna þetta vegna þess að þetta er svo oft sem að þetta er uppi. Og við tölum sjálf óheiðarleika, en erum í raun og veru að fremja óheiðarleika sjálf með því sem við erum að gera. Allt vegna þess að við skildum þetta ekki alveg það sem við vorum að gera. Við sáum ekki inn í framtíðina þegar við gáum þetta. Við töldum að þetta er alltaf svona eins og við fórum af stað með, en svo gerist ýmislegt á leiðinni. Og eitt og annað fór að hrikta í og bresta í. Sundrunga koma upp og alls konar. Við vitum hvernig þetta er. Og jafnvel ásakanir vegna þess að þetta var gert á sínum tíma. Hvað veit ég það? Ég veit bara að það getur ýmislegt komið upp á milli manna og kvenna, þó að við séum í einhug í dag, þá er enginn sem segir mér að þessi einhugur sé enn uppi 10 árum setna, 20 árum setna, 30 árum setna. Við vitum það ekki. Þess vegna er það svo mikilvægt að við séum með rétta kennslu uppi, þar sem tekið er á þessum vanda mann og kvenna í hennu daglega. Allt leikur í blóma í dag og við ekkert nema bara sælan og hamingja með framtíðarsýnin okkar alveg svoleiðis bara sem við teljum bara gildi á meðan við lifum. Já, meðan við lifum. En svo byrjar eitthvað annað að gerast. Og 10 árum seinna, segjum það, er komin ákveðin splittun í hópin. Aðskilnaður í hópin. Sundurlyndi sem sundurlyndið olli. Þetta er saga okkar. Og saga okkar er til að læra af, ekki bara fyrir mig og þig, heldur okkur öll. Við þurfum að læra af henni. Það þarf að kenna líka þessa hluti. Já, innan safnaðana. Engin spurning. Því þetta hefur gerst aftur og aftur. Að menn hafa byggt stórt, gert margt, en svo fjarað undan öllu þessu. Og á sömu stöðum eru þessar byggingar, fallegu byggingar, það er ekkert að verða að nota þessar byggingar. Það er engin föst starfsemi sem þarna inni lengur. Af hverju? Því það er allir sem að gerðu þetta verk á sínum tíma, þeir eru farnir. Hvar eru þeir? Það veit ég ekkert eitthvað annað. Ekki svo að skilja að þeir séu komnir út í horn og hættir að elska Guð, en þeir eru allavega ekki þar sem þeir voru, þar sem allt átti að gerast. Af hverju? Þegar það kom upp sundrung sem enginn átti von á að leiti til þessara hluta, kannski hluti starfsins og starfið dó með óbeinum hætti. Að við stöndum ekki varðberg og við vissum ekki alveg þegar við vorum að gera þetta, hvað við vorum að gera. Vissum ekki að þetta gæti gerst sem gerðist. Við getum alveg tekið mynd af bara orði Guð, það segir frá þessu. Þannig að við höfum þessar aðvarandi orð út allt, en í eldinum, ef við vorum í eldinum, hann er stór hættulegur þessi eldur, hann er stórkostlegur og allt það, en hann getur verið villandi fyrir mig sem að veit ekki hvað morgundagurinn er að segja mér. Veit ekki að 10 árum seinna er þetta fólk sem var í eldi með mér, er komið eitthvað annað. Ég veit ekkert hvað það er, ég er ekki að segja það sem ég komið út í horn eða út fyrir kantinn. Ég er ekkert að segja neitt það, ég veit það ekki. En ég veit bara að sumir eru í eldi en ekki þar sem þeir voru til að byrja með, sem er allt annað mál. Þetta allt þurfum við að vita. Allt þetta þarf að kenna, það þarf að ítreka, það þarf að ámálga. Vegna þess að það sem gerðist einu sinni, það gerist aftur. Það bara er algjörlega skýrt og tært að það gerist aftur. Við sjáum þetta í einhverju brefa Páls, postula, það sem að tala það að Kefas eitthvað af þessum strákum sem að byrjuðu með honum í þessum eldi sem vorum að tala um. Við þekkjum þennan eld, að hann sé farin í heiminn vegna þess að hann elskaði heiminn meira
Af hverju? Af því að viðkomandi og viðkomendur þeir urðu fyrir vonbrigðum með það sem að var að gera. Þeir áttu ekki von á því að þetta væri svona. Af hverju áttu þeir ekki von á því að þetta væri svona? Af því þeir sá ekki lengra en bara það sem væri að gerast í kringum þá. Og þarna núna eru komin reynsla á þetta allt saman. Þannig að ef ég er svolítið vel að mér í orðinu á að geta séð þetta þar. Og ég á að geta sagt við mig, hei, þetta kom fyrir þá og ég vil ekki að þetta gerist hjá mér. Hvað merkir þetta? Það merkir það að þú lifir með Drottni í dag og lætur það duga. Það merkir það að það sem þú ert að gera í dag, ertu vissum að Drottinn var með þér í því. Og þú kveður þennan dag í þessum eldi. Næsti dagur kemur og hann er óskrifað blað. En hvernig byrjar þennan dag? Þú byrjar á því að þakka Guði fyrir það að þú fékkst að vakna inn í hann. Og hann heldur áfram með það sem að þið fóruð af stað með og þetta gengur áfram. Dag frá degi til dags. Og þú horfir tilbaka og þú sér, hei, það er komið 20 ár, 30 ár. En þú hefur alltaf gert þetta svona. Þess vegna hefur þér ekkert hlekkst á. Stóru draumarnir, eða fyrir mér er þetta bara stór hættulegt, þessi stóru draumar sem menn er að fá. Ég er eitthvað sem ekkert að skipta með því hvað er að gera. Mér langar ekki til að eiga einhvern risastóran draum. Mér langar bara ykkur að segja, mín kæru vinir, að halda bara áfram það sem ég er með í höndunum. Er það rangt? Það er mjög rétt fyrir mig að gera það. Ég veit ekki hvað þú segir um það, en mér finnst það bara afskaplega heiðarlegt og heilbrigð. Því ég vil halda áfram, ég vil klára það sem ég er með. Og ég læt hvern dag næja sín þjáning. Og það er ákveðin lexía. Kendu mér eitthvað aðra lexíu sem er þessari betri. Ég held hún sé ekki til. Og ef ég get þetta, þá getur þú þetta líka. Páll, eins og vorum að tala um á það, þá talar hann um það í einu bréfanna sinna, að nokkrir af þessum strákum sem voru með hann, hann nefnir hérna nöfn, mann ekki alveg hvað þetta er, og hann segir að þeir séu farnir. Og hann nefnir einn sem er eftir hjá honum, að hvað stórum mópi. Allavega hann nefnir að þetta nokkur nöfn, kannski voru þeir fleiri þegar flest var. Og þetta er sagan okkar í Jesú nafni. Það kom, eins og vorum að tala um, einhver sundrunginn. Menn voru ekki sáttir hvernig þetta var gert og þeir fóru. Þetta er til staðar. En við okkar að nema, læra og leggja vinnu í að fæða okkur með þessu. Þetta er veganestið sem við getum gengið út á, sem að tryggjur okkur fyrir því að það verði ekki þessi hrikalegu skakkaföll. Og ef við erum vel á okkur í orði Guðs og gaumgæfin og grunduð, þá vitum við að Drottinn segir að hægri hönd mín viti ekki hvað svo vinstri gjöri. Og við vitum að þetta á ölmusugjafir og gjafir hvers konar. Akkurju, til að við sjáum ekki eftir þessu seinna. Og jafnvel krefjumst sem eign okkar tilbaka. En við gáum Guði þetta. Hvað er ölmusugjöf annað en að gefa Guði einhvað? Þú ferð í Jesú nafni og gefur þessari manneskju. Og höndin sem þú réttir fram er í raun hönd Jesú. Með þeim peningum sem þú vilt að viðkomandi fái frá þér. Og þú sleppir því yfir í hennar og hans hönd. Þú dregur hann að þér tóma og þetta er bara búið. Þetta er eitthvað sem þú ætlar ekkert að gera neitt með, en áttu þetta ekkert lengur. Eignargjöf er eignargjöf
eigna afsal til annara manneskju. Þetta er ekkert flókið. Þetta er borðleggjandi, en eitthvað sem ég þarf að vita. Það verður ekkert aftur kræft það sem ég er búin að gefa. Og svo er Guði fyrir að þakka. Ég hef nú aldrei nokkun tíman farið fram á það að mér er skilað einu. Ég líklega gaf það bara þegar ég var búin að gefa, þá var þetta hvort þið er horfið manni og manni var ekkert að leita að því lengur. Maður auðvitað gat vona að viðkomandi nyti blessunar af. Hann verður svo einni vinur minn sagði einu sinni við mig að þegar hann lánar peninga, hann gerir nú kannski ekki mikið af því, ég er nú ekki að hvetja til þess, að þá eiginlega væntar hann eða svona á ekkert vona að þetta komi. Þegar þetta er farið, segir hann, að þá er þetta bara farið og ef það kemur þá er það gott mál, en ég ætla ekki að mæða mig neitt yfir því. Við vitum alveg að svo kallar lán, að það er ekkert verið að greiða það tilbaka. Ég þekki það og ég veit að þú þekkir það líka. Af hverju? Þetta er svo mikill óheiðarleiki í gangi. Ekki ég. Ég vil ekki vera þessi óheiðarlegi maður. Ég vil vera heiðarleg manneskja. Og svo Guði fyrir að þakka að ég er það. Og ætla mér að vera það áfram. Ég bið að þú sért það líka. Því þú getur það alveg eins og ég. En hvað vill ég? Ég vill þetta. Ég vill ganga hnarreistur með Jesú og ég hef gert það. Og ég ætla að gera það áfram. Hvort sem þú samþykir það ekki, það er mér auka atriði. Þú ert engin Guð frekar en ég. En þetta er það sem ég vil gera. Og þetta er það sem ég hef gert. Þess vegna fylgi ég Jesú. Ég fylgi engu manni og hef aldrei gert, síðan ég kom í kirkjuna, fylgt neinu manni. Annað er að styðja þá sem fara fyrir hverju sinni og allt saman það. En þú horfir til Jesú í öllum aðstæðum og það vil ég hvetja þig til að gera. Hann vill það, hann þiggur það, hann metur það vegna þess að þetta er rétt að fara svona að. Ég veit að þú ert sammála þessu. Hvort sem þú gangir þennan vegað ekki. Því þetta er algjörlega rökrétt. Þetta, vinir, er eitt af því sem við þurfum líka að tala þegar við erum að tala voru ágætu söfniði. Við vitum að það hefur ýmislegt gerst. Og við vitum líka að forystan hefur oft ákveði fylgi. Og ég hef séð það sem að hún hefur hrunið lappirnar á sjálfu sér, að kannski hluti safnaðarins er bara í gremjukast út í kanti og er bara það. Sumir kannski hættir að trúa á Jesú og það er alveg ljóst að fólk sem þetta gerir, það horfði aldrei á Jesús þó að segði það, heldur á forystuna. Það kemur fram þegar þetta gerist. En það skeði ekki á mér, vegna þess að ég hef aldrei hort þangað með þessum hætti. Þannig að styðja og það ger ég og mun gera áfram. En þetta hefur alltaf verið hjá mér að ég horfi á Jesús. Ég er ekkert að horfa neitt á mennina. Ég veit alveg að þeir eru í engu betri heldur en ég. Og ég þekki líklega betur en þú mínar eigin hugsanir. Kannski þekkjur þar betur, ég veit það ekki. En ég held þú gerir það ekki. En ég þekki alveg mínar eigin hugsanir. Og sumar af þessum hugsunum mínum eru bara ekkit alltaf neitt sérstaklega guðlegar. Og aðrir menn eru svona líka, þannig þú getur ekkit hort þanga. Þú horfir á Jesús og þú ferð að læra að þetta, hann er leiðin. Og svo mögulega hugsanlega gerist einhvað. Og þá ert þú ekki komin út í kant þar með. En ef þú ferð út í kant þegar eitthvað gerir, þá er það vegna þess að þú varst aldrei á réttum stað með sjálfan þig. Þú varst að horfa á manneskju, strangt til tekið. Og hvað ertu núna? Og hvað er hún núna? Þú horfir svo til. Þau eru bæði kannski út í kanti, í gremju þar og tómum ásökunum.
menn mega það svo sem alveg þeir vilja. En þetta ekki það sem við ættum að hvetja til að væri gert. Þess vegna þurfum við að kenna alla kennslu sem þarf til þess að menn átti sig á því hvað getur gerst. Já, hvað getur gerst? Við vorum að tala það áðan. Við gerðum eitthvað í svakalegu meldi. Vá. Sáum stærðar drauma og risavaxna. Eins og kom eitthvað inn og það var klofningur. Er þetta ekki sagan? Er hún ekki svona? Hve langan tíma tók klofningin að koma fram? Kannski 2-3 ár, ég veit það ekki. En hann mun gera ef að menn er ekki með réttum formerkjum að vinna sín verk. Og rétt verða þau þegar þú fer að sjá og skilja hvernig orð Guðs er að tala líka þessa hluti. Akkurju? Nú er þetta til að verja okkur. Það liggur alveg fyrir. Því orð Guðs veit alveg allt sem getur gerst. En þetta er sett þarna til að þetta gerist ekki. En það er ekki upp á orðið að klaga ef ég er ekkert að kynna mér þessi mál. Ég les þetta og þetta er svona páfagögg á löstur mér sem ég er ekki alveg að átta mig dýptina í. En það þarf ég að vita. Og maður og kona sem er þarna að henni er ekki svo mikil hætta á hrösun. En hver dagur þetta er dagur þar sem við þurfum að sýna aðgæslu og aðgætni. Það vitum við. Hver dagur hann er uppi. Það er einn dagur uppi núna. Hvað veit ég hvað gerist? Ég veit það ekki. Ég veit bara ég er hér og nú. Hérna. Ég rekna með ákveðnum hlutum á eftir en kannski fer ég eitthvað allt aðra átt. Hvað veit ég? Þetta er maðurinn. Hann sér ekki lengra nefið sínu. Hann er að belgja sig út með alveg risavöxnum áætlunum og draumum. En sér ekki aðvörunar orðin í orði Guðs að því hann er ekki að lesa orðið eða skilur ekki orðið með réttum hætti. Það getur alveg gerst því að það tekur tíma að skilja. Og svo náttúrulega er þetta alveg, við erum í eldi, viljum gera svo margt fyrir Jesú. Við þekkjum þetta öll. En þarna er ákveðin vandi og ferð. Við geysumstum fram úr Jesús og förum svo langt fram úr okkur sjálfum og allt í einu erum við bara lent út í skurð með allt saman. Við erum ekki alveg átt okkur á að orðin sem að Páll sagði að þessi og hinn hafi yfirgefið sig og einn væri eftir, var það ekki Lúkas? Að þetta gæti ekki hent okkur. Við horfum í kringum okkur, vá, það er tómur eldur sem við sjáum. Allt logandi af þessum kyndlum. Æðislegt. 5 mánuð seinna, þá var nú hluti af þessu ágæta fólki farið sinn veg og jafnvel eftir tóm gremja. Það sem menn talast ekki einu sinni við. Það sem menn forðast jafnvel hvort annan. Þeir sem vöknuðu í þvílíkum eldi og bara byrjuðu. Svo slöknaði þetta allt. Já, við þurfum að tala líka þessa hluti. Þá held ég að það væri fleira sem væri í ágætu lagi hjá okkur og betra lagi. Margt er auðvitað í góðu lagi. Ég er ekkert að tala neitt það og ég veit að flest af þessu er í góðu lagi. En það hafa skakkafull skeð sem ég segi að hefði vel mátt koma í veg fyrir bara með því að tala út kennsluna sem þarf. Og hvaða kennslu þarf nýliði? Hann þarf auðvitað grunnkennsluna Jesú fyrst og fremst og hann þarf líka að heyra þetta til að hann geti sjálfur farið að velta þessu fyrir sér. Við sem erum lengra komnin í trúnni, við eigum að hafa þessa reynslu. Og ég veit að margir hafa hana og tilenga sér hana, en eru þeir að kenna það sem þeir vita. Ég veit það ekki. En ég held því fram að þessi atriði sem hér hafa verið rædd, að það sé ekki mikið verið að kenna það þessum söfnuðum. Af hverju? Ég veit ekkert það. Ég veit ekkert það af hverju menn kenni ekki þá kennslu sem þarf að kenna. Líklega er það vegna þess að þeir sjá ekki sjálfur að það sé neinn þörf á henni,
en það er full þörf á svona kennslu og ég er alveg viss um það að þú sem heyrir og þekkir til ert sammála mér um að þetta er góð kennsla, hún þarf að heyrast. Og hér hefur hún verið sögð. Það er langt síðan, mörg ár síðan að Drottinn sýndi mér nákvæmlega þetta. Að menn koma saman og þeir eru ekkert nema logandi kyndlar. Með stóra draum og miklar væntingar, en svo fer að rykta í. Og svo fara menn að aðskiljast. Ekki alltaf að það endi í einhverjum óvinskap, en það getur alveg gert það. Yfirleitt þá endar þetta nú kannski í frið og spekt, en allavega það sem að þeir gerðu er sem sagt ekki lengur fyrir hendi. Núna dettur mér í hug með Babelstjörnin, þannig menn ætla að byggja törn upp til himins, ég skil nú ekki akkur vildu það. og svo kom Drottinn, því hann sá að þetta var bara tóm tjara, að hann ruglaði málið. Svo komu þeir einn daginn og það skildi engin annars mál. Er það ekki bara svona þegar þessi gremja er að koma upp og menn að splittast, að Drottinn er bara að ljúka þessu verki. Þetta var aldrei viljans. Getur það ekki verið? Ég veit það ekki, það má alveg geta sér til það, já. Þess vegna er það líka svo mikilvægt að þú og ég og við öll séum það sem Drottinn vill að við séum. Og séum í því embætti sem Drottinn hefur sett okkur yfir og okkur inn í, eða inn í, annarkvort. Við skulum bara vera það. Og við höldum okkar verki áfram. Og svo erum við jafnvel að fá til okkar fólk sem að Drottinn hefur sett inn í myndina okkar. Þá er allt í friði. Þá er engin röskun, þá er engin hætta á neitt splittist og splundrist. Því við getum ekki tekið fram í fyrir hendurnar og Guði, það er ekki hægt. Hann verður að fá að ráða þessu og hann mun ráða þessu. En hann vill að ég sé hyggin manneskja og ég leiti til hans og í hans orð. Það er allt málið. En ger ég það? Ég held ég hef ekki gert það alltaf. En ég allavega í allmörg ár, já, þá hef ég nú reynt að fara þann veg. Og ég held að hún sé mjög farsæll, það sé mjög farsæll vegur. Mér hefur ekkert hlekkst þannig á og ég reyndar hefur mér aldrei hlekkst neitt á. Ekki þessu málum. Kannski hlekkst á mest bara svona prívat eitthvað. Persónulega aðeins. Ekkert mikið samt. Ekkert alvarlegt. Akkurju? Að þetta Drottinn með vendi yfir mér. Akkurju? Að því ég hef hegðað mér þannig að hann getur það. Það ekki? Þess vegna skulum við hegða okkur með þeim hætti að hann geti látið blessununa halda áfram að rigna yfir okkur. En ég verð þó að gera það sem hann er að bjóða. Það heitir á máli trúarinnar að vera dáinn sjálfum sér. Og hver er það? Já, þú veist allt um það, ekki? Þú veist allavega að þú ert 100% dáinn sjálfum þér. En það er ekki öruggt að aðri sjá það. En aðalatriðið er að þú vitir það sjálfur og sjálf. Eins og ég líka oft talað um að það er rosalega öflugu vitnisburður og sannur að sjálfsögðu, að ég veit hvað er stend í Guði. Mér finnst það alveg magnað að eiga þessa vitniski og þessa fullvissu, því þetta er fullvissa mín sem enginn mun taka frá mér, vegna þess að ég þarf á þess að halda. Ég væri ekki það sem ég er í dag í Kristi nema af því að ég á þetta til. Og hver hefur varðveitt þetta? Hver annar en Guð í mínu hjarta? Þannig við erum að starfa saman enn. Og ég hef þetta bið þess að þú starfir með honum eins og þú hefur gert eða gerðir einhvern tímann. Haltu því bara áfram. Byrtu Guð að koma að taka þið inn aftur. Og passaði bara á því að gera það sem hann er að biðja um núna. Ekki vera að fara einhver eigin leiði, því að ef að þær fóru illa síðast, þá munum það líka fara illa nú. Þetta er það sem við ættum að geta lært af. Og ég veit að margir hafa lært af því og það er betra að læra af því sem að maður reynir hjá öðrum sem var ekki gott. Og ég segi, ég vill þetta ekki sjálfur. Akkurju? Að ég sá að þetta var rangt.
og ég er mannlegur og ég er manneskja. Ég sagði, úr því að þessi lenti í því, þá get ég líka lenti í því. Þannig að við erum að tala hér alvöru mál sem ég segi að er full þörf á að drepa á og halda á lofti, því að það eru margir í eldi. En þeir spyrja sig ekki hvað verður eftir 10 ár. Þeir læra ekki af sögunni sundrungina sem komu og allt splittaðist upp í gremju. Af hverju? Það kom upp ósætti. Hvernig ætlar að tryggja það að kom ekki ósætti upp í þínum hóp sem allur logar í eldi núna? Hvernig ætlar að koma í veg fyrir það? Þú getur mögulega og hugsanlega komið í veg fyrir það með því að vera með fræðsluna þannig að þú drepir á þessum þáttum líka. Og að þú drepir á þessum þáttum líka. Ásamt allir annari kennslu sem þarf að vera og er auðvitað mikilvæg og nauðsynleg, en ekkit endilega nauðsynlegri þessari. Það er mikilvæg kennsla sem mögulega og hugsanlega heldur fólkinu áfram saman, en ekki? Og starfið sem byrja var með í eldi, það verði áfram þessi logandi eldur. Sumt starf er þannig og heldur bara áfram með þeim hætti. Sumt starf er orðið býsna gamalt. Ég veit ekki hvað er elsta kristilega starfið á Íslandi. En það hlýtur að vera eitthvað á bakvið það ef það er ennþá starfandi og gerandi það sem það kalla til að gera. Það hlýtur að vera eitthvað á bakvið það, einhver hugsun sem hefur haldið utanum þetta. Við þurfum að gera þetta allt rétt. Og þá verður niðurstaðan góð, bæði hjá mér og þér. Þannig að við sjáum að þetta mál er ekkert flókið, en samt mikilvægt fyrir okkur að vita skil á einu og öðru, til að við endum ekki illa sem byrjaði svo vel. Það er sorgarsaga bara allt of margra. Það byrjaði vel en endaði alveg hræðilega. Þetta segir okkur það skýrustum stöfum og orðum að við erum manneskjur. Við þurfum utan að koma til hjálp til að geta gert það sem við ætlum að gera og eigum að gera. Eigum að gera í Jesú nafni. Jesú nafn segir, deyðu sjálfum þér. Erum við til í það? Við elskum að deyja sjálfum okkur, en eigum erfitt með að gera það. Það einnig er ákvörðun. Það tekur enginn þessa ákvörðun fyrir þig. Ég, nefndu nafnið þitt, þarf að gera þessa ákvörðun fyrir mig. Aðrir gera sama. Og þá er komin einhver hópur sem veit hvers er ætlast til af honum. Veit að yfir honum er Jesús, engin einstaklingur. Þetta leiðir einstaklingur, það er allt annað mál. Hann er tengdur Jesú. Og Jesús getur bent á hann sem leiðtoga þessa hóps. Og við vitum alveg hver er leiðtogi. Þannig við sjáum að kennslan er þörf. Við þurfum að geta talað um þetta, við bara tölum um þetta, vegna þess að þetta er algjörlega rökrétt að gera og tala með þessum hætti. En ef ég segja þetta gott, og ég trúi að þetta hafi nú verið einhver pínulítil uppörfun og hvatning í þessu og tilgangur ekki annar. En Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.